Jæja, ég ætla þá að fara í þann hluta í kafla 4.3 sem að sneri að rafdeyðum og rafvökum, af því að það datt út þarna í fyrirlestri daginn. Og þá ætla ég aðeins að rifja upp að þegar við erum núna í þessum kafla sýru og basa, kafla 4.3, þar sem að römmusýrurnar og römmubasarnir eru gefnir upp í töflu 14.2. Sýrurnar, þessar römmusýrur og allar sýrur eru sameindaefni. Meðan basarnir, já, og við erum með, þetta er sem sagt úr halógenum, það er alltaf vetni fremst fyrir sýrur. Og svo erum við með þá saltsýru og svo er þetta vetnisbrómíðsýra og vetnisjóðið. Þetta er saltpéturssýra, klórsýra og perklórsýra og brennisteinssýra. Og alltaf er þetta vetni skrifað fremst til að í rauninni að leggja áherslu á það að þetta er sýra og sýrur eru efni sem gefa frá sér H+. Og þær eru sameindaefni, þær eru alltaf búnar til úr málmleysingum. Og rammir basar, við erum þá með að það eru annaðhvort alkalímálmar plús hydroxíðjón og það er þá eins og lithiumhydroxíð, natriumhydroxíð, kaliumhydroxíð, það er sem sagt alkalímálmarnir eða jarðalkalímálmar, þar sem við erum með kalsíum, strontium eða baríumhydroxíð og bara svona rétt hvernig þessi efni þarfast í vatna, því þau fara aldrei sýrur klofna ekkert öðruvísi heldur en að það sé eitthvað efni sem tekur við H+ og gjarnan er það vatn. Og ef við erum með HCl, við gera þetta H-rautt og þetta myndi vera AQ hér, þá fáum við H+ og plús síðan þessi klórjón, Cl-. Þetta er svona dæmigert sýruhvarf þegar sýran losar sig við H+ og það er þetta sem gerir lausn súra. Ef við erum með, ef það er H+ eða róteindir sem köllum, eða vetnisjón, þá erum við með súra lausn. Meðan römmubasarnir, þá erum við líka, og þetta skiptir máli hér, að við erum alltaf með 100% klofnun fyrir þessar römmusýrur. Sama gildir með römmubasana og þeir eru alltaf búnir til úr málm og málmleysingum, þá erum við alltaf með að rammir basar eru jónaefni. Þannig að rammar sýrur eru sameindaefni, rammir basar eru jónaefni. Og myndum við þá fá, ef við værum með basa, við værum þá með til dæmis natrium og ætla ég að gera hydroxíðhópinn svona sem grænan. Sama hér að ef að natriumhydroxíð eða vítisódi sem þetta er oft kallað líka, ef þetta fyrir vatn, þá klofnar þetta 100% í natriumjón plús hydroxíðjón. Og þetta hydroxíðjónin, hún er það sem að gerir lausn basiska. Þetta eru römmusýrurnar og römmubasarnir og bæði klofna þessi efni 100% upp í vatni. Svo ætla ég aðeins að rifja upp daufasýrur og daufabasa. Daufar sýrur, þær klofna bara að hluta til í vatni.
Og þá erum við að tala eins og til dæmis flúrsýra HF. Þá myndum við vera með að ef að hún fer í vatn, þá notum við þetta hérna tákn. Og svo það H+ og F- sem myndast. Hérna myndum við vera með 99% af sýrunni væri þá á þessu formi sem þá ekki klofið jónir, en 1% væri þá klofið í vetnisjón og flúoríðjón. Og það eru alltaf þessar þessi hlöðnuefni eða jónir sem geta leitt rafmagn, meðan efni sem klofna ekki jónir geta það ekki. En það munar hins vegar hvort að efni mynda svona jafnvægi eða hvort þetta 100% klofnun, hversu mikið rafmagn það getur leitt. Hérna erum við annars vegar með þessa tegund, þar sem við erum með HF. Hérna erum við líka með saltkeitur sýrling, HNO2. Það það sama þar upp á teningnum að þetta klofnar bara hluta til og NO2-. Aðalreglan til að átta sig á því hvort að maður er með ramm eða daufa sýru að römmusýrurnar eru gefnar. Við finnum römmusýrurnar í töflu 14.2 sem fyrir neðan jónatöfluna. En fyrir daufu sýrurnar, ef að það kemur dauf sýra, þá allavega getur verið viss að þið finnið hana þá ekki í þessari töflu. Og þá getur þið gefið ykkur það að þá myndast alltaf þetta hérna efnahvarf. En sýruhvörf eru þá alltaf þannig að það gefur frá sér H+. Það bara spurning hversu mikið það Þetta sem sagt svona þessi algengu sem eru þá alveg á pari við þessar römmusýrur. En svo erum við líka með tegund eins og ediksýru, þar sem að við erum með CH3, COOH og í þessu tilfelli þá það þetta aftasta. Ef þið sjáu þennan hóp, CH3 eða COOH sérstaklega, þá erum við með daufa sýru. Og það eru mörg efni sem þetta kallast karboxylsýrur, en það eru mörg efni sem eru með þetta. Hérna fáum við alltaf þá H+, þá það þessi hérna róteind sem fer, og síðan plus CH3, COO-. Þannig að maður getur þekkt það að dauf sýra ef að þessi hérna hópur til staðar, eða þá að þetta skrifað upp eins og það nú í jónatöflunni til dæmis, þá asetatjón, að það hægt að taka hérna þetta H, setja það fremst og segja sér það eru 2 kolefni, C2, 3 vetni sem eru þá ekki þetta rauða vetni, H3 og 2 súrefni og 2. Þetta þá annað form til þess að skrifa ediksýru og þá myndum við fá eftir sem áður og að þá það þetta fremsta H sem fer. Þannig að alltaf þegar við erum með efni sem byrja á H, þá það með einhverja súra eiginleika. Og vatn meiri sér þar í þessum hópi, sem verður komið betur að síðar. Nema hérna erum við þá með C2, H3 og 2- og vissulega á þetta að vera uppleyst í vatni, sem sagt AQ. En daufar sýrur, þær eru sem sagt líka sameindaefni. En af því að við erum með þetta jafnvægi, þá, það myndast jónir en minna af þeim, þannig að daufu sýrurnar eru það sem við kallum daufir rafvakar. Meðan römmusýrurnar og römmubasarnir myndu vera rammir rafvakar, af því þau klofna 100% í jónir. Svo set það hér, rammir rafvakar. Svo var í rauninni bara einn daufur basi sem talað í þessum
já, eitt daufur basi og það myndi vera þá NH3 sem þið þurfið að kannast við af því hann sannarlega ekki gefinn upp í töflu. En rammur basi, rammur basarnir eru frá jónaefni, en þessi daufi basi og daufir basar almennt, þeir eru sameindaefni. Það getur sagt hérna, daufur basi, hérna erum við þá bara að tala ammóníak, sem er NH3. Þetta þarf maður að læra bara utan að og þetta hérna myndi vera þá sameindaefni og þetta hvarfast þannig í vatni að við erum þá með NH3 sem uppleyst í vatni og hérna þurfum við að láta það hvarfast við vatn og sýna það í efnahvarfinu. Þannig í öllum hinu tilfellinu þá erum við alltaf með vatn til staðar. Hérna hins vegar þá tekur basinn, að því basinn tekur til sín H+ eða leiðir til þess að OH-, styrkur OH- eykst. Þannig að hérna myndum við þá NH4+, það þýðir það að vatnið hefur gefið frá sér eitt H, sem að þarna í rauninni vatn að hegða sér eins og sýra í þessu efnahvarfi. En NH3 fær þetta H og verður þá NH4+ plús það sem eftir af vatninu sem er þá AQ, OH- AQ, sem að gera það verkum að styrkur OH- eykst, en það var ekki að því að OH- losnaði frá NH3, heldur að því að eftir að NH3 tók vetni af vatninu, þá eftir OH-. Þetta daufur basi og hérna erum við líka með svona lítið af jónum sem myndast. Hvort sem þetta myndi vera þá 99% eða 98% og þetta hérna 1%, en það mun þá leiða örlítinn rafstraum eigi að síður. Og bara eftir að rifja þetta upp, þá ætla ég aðeins að taka smá yfirlit yfir rammarsýrur og rammabasa, daufasýrur, daufarbasa, jónaefni og sameindaefni fyrir sem sagt hvað eru þá þessi rammurafvakar og hvað eru daufir rafvakar. Þannig að fyrst ætla ég þá að byrja á því að rifja upp hvað eru rammir rafvakar og daufir rafvakar. Þá erum við svolítið með rafvakar. Þetta eru alltaf efni sem klofna í jónir. Í vatni. Og leiða þar af leiðandi. Þar af leiðandi rafstraum. Rafvakar, þeir geta verið rammir og það þýðir það að þeir klofna 100% í jónir. Og þetta hérna eru dæmi það sem að rammir rafvakar eru að það eru jónaefni. Það eru rauninni öll jónaefni og rammarsýrur sem að eru sameindaefni. Þetta sést vonandi á. Síðan erum við með daufa rafvaka. Daufir rafvakar og þeir sem sagt klofna að hluta til í jónir.
hluta til. Þarna erum við komin með, þetta eru þá sameindaefni en bara daufar sýrur og daufur basar. Þannig að hérna erum við bara með sameindaefnin daufar sýrur og daufir basar. Hérna erum við sem sagt með þetta hérna form af svona hvarför þegar þetta gengur fram og tilbaka. Þetta eru rafvakarnir, þannig að það skiptir máli að það þeir klofna í jónir. Svo eru það rafdeyðurnar sem þá síðasti flokkurinn. Annar stóri flokkurinn miðað við að við séum með rafvaka sem eru þá ýmist rammir eða daufir og svo erum við með rafdeyður og þetta eru þá efni sem klofna ekki jónir í vatni. Þannig að fyrir vikið þá leiða þau ekki rafstraum, klofna ekki. Og leiða því ekki rafstraum. Og þetta eru þá sameindaefni, öll önnur sameindaefni heldur en daufar sýrur og daufir basar. Þannig að við getum sagt öll sameindaefni. Sameindaefni eru efni sem eru búin til úr málmleysingjum. Nema, og þá er það þessi hérna tvö. Daufar sýrur og daufir basar. Þannig að núna þetta var svona eiginlega meira eins og upprifjun sýru, basa, daufar sýrur og rammasýrur og daufar sýrur og rammir basar. Og svo koma náttúrulega jónaefni og sameindaefni þarna líka inn. Núna ætla ég þá, þegar ég bara fara í gegnum þetta, að skrifa upp þessa töflu 4.3. Tek þetta hérna burt, sem að hérna, hún ekki gefin á prófi, en þetta ágætt að hafa þetta í huga, þessa töflu þegar þið eruð að fáið dæmi þar sem þið eruð að flokka efni í hérna ramma rafvaka, daufa rafvaka og rafdeyður. Og þessi töfla hér, 4.3, sem að bara segjum bara rafvakar og rafdeyður versus, og þá þetta jónaefni og sameindaefni. Þá hægt að nota þetta til þess að átta sig á því hvað á við. Og hún einfaldlega sett þannig að við erum annars vegar með jónaefni og hins vegar sameindaefni. Svo kemur þá hérna rammir rafvakar. Það kannski óhægt að setja þetta, tökum þetta aðeins til hliðar.
Rammir rafvaggar, daufir rafvaggar. Þetta var nú ekki mjög bróðurlega skipt, en hérna eru þá rafdeyður. Og hérna í upphafi getur maður sagt þá, hvernig tengjast jónaefni því að vera rammir rafvaggar? Og þannig að þegar við erum með jónaefni, þá erum við alltaf með málm og málmleysingja. Nema í þessu eina tilfelli þar sem eru sameindajónir. En jónaefni, þá það iðulega málmur plús málmleysingi, sem gæti til dæmis verið natríumklóríð, það gæti verið kalíumhýdrósíð, þarna erum við náttúrulega komið með þetta OH, og við getum líka verið með sameindajónir sem ágætt að hafa í huga. Að sameindajónir eru vissulega búnar til úr málmleysingum en eru samt sem áður jónaefni. Og þarna getum við þá til dæmis verið með NH4Cl. Jónaefni, þau klofna alltaf 100%. Ef þau annarkvort leysast upp í vatni, þá myndum við fá hérna natríum plús og Cl-. Hérna fengjum við 100% klofnun, sem væri þá kalíum plús OH-. Og hérna fengjum við 100% klofnun sem væri þá NH4 plús Cl-. Og þetta í rauninni mjög einfalt. Jónaefni eru alltaf rammir rafvaggar. Þannig að það eru bara öll jónaefni. Öll jónaefni eru rammir rafvaggar. Innan sviga þá setja hérna rammir basar, af því þeir eru náttúrulega jónaefni. Setja á með og hérna athuga sem sagt sameindajónir. Athuga sameindajónir. Þetta ekki alveg fullkomin tafla, en þetta fylgir hér þá. Hins vegar, hérna fyrir ramma rafvagga, þá sem eru sameindaefni, þá það bara rammarsýrur, ekkert annað. Það getur við sagt hérna með rauðum. Rammarsýrur. Og þessar römmusýrur, þær hérna eru gefnar í töflu 4.2 og þær eru þá efni sem klofna 100% í jónir. Ég þarf að gera þetta með appelsínugulum. Þannig þetta getur við sagt hérna rammarsýrur. Getur tekið sem dæmi eins og áður. Hérna saltsýru, HCl. Þetta eru við vissulega bara með málmleysingja, en þetta klofnar 100% í jónir. Þannig að allar römmusýrurnar, og þetta væri þá tafla 4.2. Öll önnur sameindaefni, já, það eru reyndar daufusýrurnar og hérna sem koma þá líka. Síðan förum við þá yfir í jónaefni sem eru daufir rafvaggar. Og þar sem það búið að koma fram að öll jónaefni eru rammir rafvaggar, þá myndi hérna ekki neitt vera. Ekkert jónaefni klofnar bara hluta til upp í hérna jónir og það náttúrulega ekkert jónaefni sem rafdeyða.
Ef að við erum hins vegar með daufa rafvagga og sameindaefni, þá erum við að tala sem sagt þegar við erum með þetta hvarf. Þetta eru bara daufar sýrur og daufir basar. Daufar sýrur og daufir basar og fyrir neðan var í rauninni komið þá varðandi daufu sýrurnar, þá eru það bara allar sýrur sem eru ekki í töflu 4.2. Og þið myndu þekkja þær á því samt sem áður að það er þá vetni annaðhvort fremst, eins og fyrir flúrsýru eða þennan saltpéturssýrling sem ég tók áðan, NO2, eða þá að við erum með þetta að það sé H fremst og svo kemur C2, H3, O2. Bara það að sé vetni fremst á að segja okkur þetta sé sýra, eða þá að þið fáið eitthvað efni sem að hefur þá HCOO, þegar CO og H-hóp. Þetta eru allt daufar sýrur, þannig að þið myndu þekkja að þetta væri yfir höfuð, þess að ekki venjulegt sameindaefni, heldur sé þetta sýra, á því að vetnið er fremst, eða þá að það kemur CO og H. Og síðan fyrir daufu basana, þarna var það bara NH3 sem þið skulu leggja á minnið. Og síðan er það þá hvaða sameindaefni eru þá rafdeyfur og það eru þá öll önnur. Öll önnur. Heldur daufar sýrur og daufir basar. Og þegar við erum að tala rafdeyfur, þá erum við að tala efni eins og til dæmis bara sykur. Og það málmleysingjar, við gætum verið með C6, H12 og 6. Erum við með sykur sem fer sem fast efni út í vatn. Og það sem eina sem gerist er það að C6, H12 og 6 vatnast. Eða það leysist upp í vatninu en það klofnar hins vegar ekki í jónir. Þannig að það leiðir ekki rafmagn, þó svo að það leysist upp. Það þarf til þess að rafmagn sé leitt, það verður að vera jákvæð eða neikvæð hleðsla. Þannig að þetta leiðir ekki rafmagn. Og síðan erum við með dæmi eins og metanól, CH3 og H, sem að væri vökvi, blandast vatni og verður þá bara CH3 og H, AQ. En þetta á svo sagt við það líka. Og þess vegna köllum við þetta rafdeyfur af því að rafleiðnin er dauð, getur maður sagt. Í staðinn fyrir að rafvakar að þeir kveikja þá í eða vekja upp rafleiðinni hjá vatni. Og svo var það kannski það sem ég ætlaði þá að nefna síðast. Og það er í sambandi við vatn upp á það að ég er náttúrulega búin að ræða það að vatn sé sýra að þegar maður skrifar H2O. Takið til dæmis eftir með daufa basan NH3 að er H-ið ekki fremst, heldur N-ið. Og það er þá allavega einn punktur það að er þá ekki sýru að ræða. Þannig að sýrur yfirleitt er vetni fremst nema við séum með þennan COO H-hóp. En varðandi vatn, bara svona rétt í lokin, að þá erum við með efni þar sem hefur mjög sérstaka eiginleika.
Af því ég var búin að segja það að ef að þið eru með eimað vatn í baðkeri, þá alveg hreint og engar jónir í því og missi síðan viljandi og óviljandi svona hárþurrk út í, að þá myndi það ekki vera hættulegt af því að hreint vatn leiðir ofboðslega lítið rafstraum. En leið og maður myndi setja matarsalt út í eða ef þetta væri bara venjulegt kranavatn, þá myndi það duga til þess að leiða rafstraum og eitthvað sem væri svo óheppinn að vera í baðkarinu, það færi ekki vel fyrir honum. En vatn hins vegar, það virkar þannig að við tölum sjálfsjónun vatns, að hreint vatn það sem klofnar að örlitlu leyti í jónir. Örlitlu. Þetta það sem við köllum sjálfsjónun vatns. Sjálfsjónun. Og við skrifum það þannig upp að ef við erum með 2 vatnssameindir sem eru þó liquid, þá örlítill hluti sem að myndi taka til sín, eða myndi kannski vera betra að skrifa þetta bara H2O plus H2O í staðinn fyrir að setja 2, að þá myndi önnur vatnssameindin taka 1 H af þessari og hegða sér þá í rauninni eins og basi. Þá fáum við H3O plus og þegar búið að taka 1 vetni af þessu þá myndi þetta vera í rauninni eins og sýra sem gefur frá sér H plus. Þá fáum við OH mínus. Og þetta í rauninni bara sama og H plus. Það þannig að ef við erum með H plus í vatni, eins og ég alltaf að sýna að sýra HCl klofnar upp í H plus og OH mínus, og Cl mínus, að H plus í rauninni sameinast alltaf vatnssameind. Þannig að það í rauninni alltaf H plus plus H2O verður H3O plus, sem þessi hydroníumjón. En við skrifum mjög oft bara H plus í staðinn. Þannig að þetta í rauninni það sama. Þetta svona einföldun Og þetta hér alveg það örlítill styrkur, það myndast í hreinu vatni, þá erum við með jafn mikið af þessu og þessu. Og styrkurinn að við erum með 1,0 sem 10⁻⁷ mól af þessum hydroníumjón á hvern lítra og við erum með jafn mikið 1,0 sem 10⁻⁷ mól á hvern lítra vatni af hydróxíðjónum. Þetta svo ofboðslega lítill styrkur að það leiðir mjög lítið rafmagn. En hins vegar það þá þetta sem að gefur okkur, þess að þetta veldi 7, styrkurinn í -7, gefur okkur þennan sýrustyrk. pH sama sem 7,00. Þar sem að þetta í rauninni sýrustyrk hreins vatns, eða þar sem það hlutlaust. Ef við hins vegar værum með meira af þessu, þá lausnin orðin súr og ef við erum með meira OH mínus þá hún basísk. En aðalmálið sem sagt að H2O, að þarna vetni skrifað á undan, að það hefur sem sagt sýru eiginleika, en reyndar basa líka. Ég held að þetta dugi þá að í sambandi við rafdeyfur og rafvaka. Það spurning hvort að ég ætla að taka eitthvað dæmi þar sem að ég nota þessa töflu. Ég ætla bara að búa það til á staðnum og gerum þá svörtum dæmi, flokkaðu í
Og þá getum við sagt sem sagt ramma og daufa rafvaka og rafdeyfur. Hérna ætla ég þá að taka nokkur efni. Ég ætla að taka hérna metan, CH4. Ég ætla að taka hérna baríumhydróxíð og ég ætla að taka ammoníum nítrat, NO3. Ég ætla að taka bensósýru heitir það, sem þá C6H5COOH. Ég ætla að taka etanól, CH3OH, H2SO4, NH3, hvað meira? Það sé ekki bara orðið gott. Kannski hérna eitt í viðbót. C6H6, bensen. Hérna ef við þarf maður fyrst að vita hvaða efni eru það sem verið að gefa okkur. Hérna CH4, þetta eru baríar og þetta ekki samsett úr einhverjum sameindajónum. Þannig að þetta hérna sameindaefni. Þetta ekki dauf sýra eða daufur basi af því að við erum ekki með H hérna undan og ekki heldur en að COOH-hóp. Þannig að hérna myndum við bara vera með rafdeyfur. Rafdeyða. Baríumhydróxíð, hérna erum við með jónaefni. Baríum 2+ og OH- þetta samsett úr, þannig að þetta jónaefni. Þannig að það sem sagt nóg til þess að segja að þetta sé rammur rafvaki, en það má líka koma fram að þetta rammur basi. Og þegar við erum einu sinni í kaflanum hérna basa og sýrur. Þannig að hérna myndum við þá vera með rammur rafvaki. Svona. Hérna erum við svo með ammoníumnítrat, hérna erum við vissulega bara með málmleysingja, en hins vegar erum við með þessar jónir. Þetta satt NH4+ og NO3- og þessar jónir eru í jónatöflunni. Þannig að við þurfum bara að kannast við það að það munur á því hvernig maður teiknar upp hérna jónefni úr sameindajónum, þar sem við erum að setja saman hérna NH4, NO3, í staðan fyrir þetta væri sem sagt N2, H4 og 3 eða eitthvað slíkt. Þannig að hérna erum við með jónaefni. Og þetta eru sameindajónir. Og þá erum við alltaf með ramma rafvaka. Rammur rafvaki. Og svo hérna niður, ég ætla kannski að skrifa þetta bara hérna aðeins neðar. C6H5COOH. Leið og þið sjáið þennan hérna hóp, COOH, þá erum við komið með daufa sýru. Þetta er sameindaefni og þetta er dauf sýra. Dauf sýra, það er þessi hérna hópur sem gefur okkur það. Og þá erum við komin með daufan rafvaka. Daufur rafvaki.
vaki. Svo kemur hérna CH3OH. Hérna erum við líka með sameindaefni. Hérna erum við CH3 er ekki eitthvað svona eins og NH4. Þetta er ekki einhver sameindajón. Svo hérna, og þetta hérna erum við komið með alkohól, OH. Ég var þarna með í fyrirlestri daginn þar sem ég var að sýna ykkur hvernig maður þekkir í sundur þetta OH, þetta hérna OH og síðan OH þar sem við erum með ramman basa. En hérna erum við með sameindaefni og þetta myndi vera þá, og þetta er ekki rammur basi, daufur basi, þá erum við bara með NH3 og ef þetta væri sýra þá væri við annarkvort með H fremst eða COOH. Þannig að hérna erum við með rafdeyðu. Hérna erum við svo með sameindaefni. Hérna er vetni fremst. Þannig að hérna og þetta efni er í töflu 4.2, þetta er brennisteinssýra. Þannig að þetta er raunsýra og fyrir vikið er þetta rammur rafvaki. Þetta er svona einu sameindaefnin sem eru rammur rafvakar sem að klofna 100%. Síðan eigið að þekkja utan að ammóníak. Þetta er daufur basi, sameindaefni sem er daufur basi. Og ef þið eru með daufa sýru eða daufan basa, þá eru það daufir rafvakar. Það eru í rauninni einu daufur rafvakarnir. Þetta er daufur rafvaki. Og að lokum, hérna erum við bara með C6H6, þetta heitir bensen. Hérna erum við með sameindaefni sem að gefur okkur það að við erum með rafdeyðu. Sameindaefni sem er ekki sýra eða basi og þá er það rafdeyða. Þá held ég það sé ekki meir þetta að segja. Þannig að ég ætla að fara að þakka fyrir og slökkva á fyrirlestrinum.